sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við höldum bara áfram að hafa þetta lag undir. Það ekki hægt annað, þetta svo skemmtilegt lag. Sérstaklega þegar Eyjamenn urðu bikarmeistarar, þá byrjaði maður að elska þetta lag ennþá meira með við svona stuðningin og söngin hérna í höllinni. Einar Sverrisson bikarmeistari komin línan. Kottu blessa á sætluðingi. Blessaður. Þetta var mögnuð helgi, eða ekki hjá þér? Jú, var bara helvíti skemmtileg. Það var lygileg stemning væntanlega? Já, alveg ótrúleg. Það bara stuðningur sem við fengum var ótrúlegur og svona þegar maður búinn að horfa á þetta aftur og kíkja á myndböndin þá sér maður og átt að segja það meira á því hvað þetta var gríðarlega mikilvægt að hafa svona góðan stuðning baki. Hjálpaði manni gríðarlega mikið. Þau erum bara ekki með þessa helgi sjálfu sér að það byrjuði þið fyrst á því að slá út Haukana og þið snéru leiknum alveg ykkar hag allt í einu því að það leit allt út fyrir að þeir myndu svona rúlla fram úr ykkur í þessum leik. Já, útlitið var nú ekki annað bjart á tíma þegar staðan var 18-12 eða 18-11 eða hvað var. Þá kemur bara kafli hjá okkur sem að vörnin algjörlega smellur og það fyrir alltaf virka eins og við lögum upp með en örugglega allt aftur á móti klikkaði allt í Haukunum og við gengum á lagi og skoruðum bara mörg hraðar pluss mörg að fæta rauður og unnum okkur í leikinn og komumst þarna síðan 3 yfir sem að í kjölfarið sem að bara leiti til þess að við unnum leikinn. Gríðarlega sterk endur koma. Bara lygileg. Og þetta var náttúrulega kannski í þessum leika það var náttúrulega Grétar Eyþórsson rekinn hann útaf fyrir að kasta bolta í andlitið á markmanninum. Já. Væntanlega farið svolítið í taugarnar á okkur í leiknum eða ekki? Jó, þetta svona svakalega menn eru eitthvað búin að ræða þetta og ég búin að horfa á þetta líka á vídeónu og mér finnst hann hreyfa sig svolítið markmaðurinn í hreyfingunum til hægri og svo þetta svona laus bolti skilur hann allar að hausan, setja svona létt yfir hausinn. Þannig að þetta ekki eins og þetta sé eitthvað viljaverk þannig að standa á línunum og dundra í andlitið á markmaðurinn sko en mínum andlitið á var þetta ekki rétt og því miður fyrir Grétar, ég held að hann hafi verið manna spenntastur að spila í höllinni en hann fekk alltaf tækifæri daginn eftir líka þegar kom í úrslitaleikin og stóð sér vel þar. Stutt ég með manni í settinu úr íþróttakennarháskólanum. Eru þið búin að ræða þetta eitthvað við hana? Það hefur nú ekki verið mikið. Jú, þeir sem eru að fylgjast með handbolta og náttúrulega tók eftir þessu en ég hef náttúrulega ekki mikið verið upp frá núna núna helgina. Það verður kannski umræða núna í vikuna þetta en ég, eftir að þetta gerist þá lendi ég á spjallu við mann sem og það virtist vera að það væri ekki alveg á hreinu sko með þetta skjóti andliti á markmanninum hvort að það væri hreinlega brotið ekki en ég var nú eiginlega alveg viss að það væri brot og þetta væri rautt spjald því þessi sko höfuð áverka geta verið mjög alvarlegir en hins vegar þegar ég sá þetta sko þá ég eiginlega alveg sammála sko mér fannst markmannin hreyfa sig sko mér fannst það svona að sjá þetta á vídeói sko. En þetta alltaf þá beinröð spjöld í handbolta Einar, svo ég spurði sem fáfróður með dómaramál? Já, sko, mér skilst að standi í reglum að ef þú skýtur í hausinn og markmanni vítir og hann standi kjur og hreyfi sig ekki og þá sé það beint rautt spjald sko en eins og ég segi þá fannst mér að hreyfa sig og einnig þá þetta ekki svona þetta ekki eins fast og menn hafa oft skotið í andlitið á markmann og fengið rautt spjald fyrir sko. Við höfum oft séð svona skot fara í einmitt hausa á markmann sem síðan bara leyft að fjara út og ekki dæmt skilur þau. Það sé bara svona common sense að þetta sé óviljaverk. En aðeins áfram að þessari bikarhelgi, þetta var náttúrulega þvílík eiga stemning, óheppna náttúrulega leiðilegt fyrir að stelpurnar komast ekki í úrslitaleikinn? Já, það hefur verið gríðarlega gaman að hafa þær þarna líka í úrslitaleiknum undan en því miður þá komast þær ekki áfram en þær stóðu sig líka gríðarlega vel og unnu alveg
gríðarlega vel fyrir að komast í höllina og þannig að en það hefði náttúrulega, eins og segir, verið mjög gaman að vera þarna með 2 lið í meistaraflokki í úrslita einvígi. En hérna, já, úrslitaleikurinn sjálfur að þið náðu allan að vinna þennan leik og já, fagnurinn var náttúrulega bara, þetta er náttúrulega ótrúlega upplifun hjá ykkur, hvað sem þeir verið Íslandsmeistar, bikarmeistar, þessi stuðningur. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að, nú kemur þú náttúrulega frá Selfossi og finnst þér ekki svolítið skrítið að upplifa þetta? Jú, þetta er náttúrulega einslegt að það standa held ég bara allir saman hérna, sko. Það er eins og menn sá að Herjólfur býður bara fríar ferðir og svo eru rútuferðir og menn safnar saman á einu stað og það eru bara allir sem mæta og þeir sem komast ekki, þeir standa út á bryggju, þau koma tilbaka og taka á móti manni og klappa og taka í hendina á þeir og þannig að það er samhildin hérna er gríðarleg og menn standa þétt við baki á okkur öðrum hérna. Og hérna, það er náttúrulega hvernig annars svona, við förum aftur í hérna, þú ert náttúrulega búin að vera núna með Eyjamönnum og já, líkar ekki bara vel hérna? Jú, mér líkar mjög vel hérna. Ég er ekki út á neitt að setja og líður bara vel. Skrítið það ekki samt að vinna titla í hvítabúningnum, ekki vinnröða? Já, það er Selfoss er ennú gríðarstórt en það er svona ég get nú alveg sagt það eins og eftir þennan titla að maður sé svona það er alveg gaman að vinna titla og ég mun aldrei hætta að vera Selfossingur og ég held ég sé einn harðasti stuðningsmaður Selfoss og ég elska Selfoss en ég er ekki frá þessi eitthvað svona smá lítið þarna eitthvað kannski við liðin á bara eitthvað svona annað svona lítið í björnfjartafæða sem að stekka bara núna jafnvel með hverju leiknum eða árinu við verðum að sjá til það gerist. En hérna já, var það ekki þú ekki leitaði ráða hjá pappaðinum, var hann upplegað það ekki að fara þarna í bikarúrslitaleikinn á sínum tíma? Jú, ég svo sem leitaði ekki ráða til hans, hann tapaði það var eitthvað fyrsta sem að hann sagði mig eftir leik og sagði hann þetta kastu og sagði hann, já, ekki þú Skuðst bara beint á hann? Já Nei, svo sem ég heyrði ekkert mikið í honum fyrir leikinn það var nú þétt prógram hjá okkur að komast til Eyja það var nú veðrið var nú að gera okkur eitthvað grek að komast upp á land og svo þetta var bara svo þétt spilað þétt prógram hjá okkur að fara að æfa og matur og maður hafði ekki tíma verið eitthvað að ringja og eitthvað slegis þannig En þið finnst gaman núna eða ekki að hringi þá kallinn að segjast vera föður betrungur eða ekki? Jú, allir maður segja það ekki núna. Já, nákvæmlega. Jú, hann fara að heyra það eitthvað. Já, nákvæmlega. En hérna, svo ég spurði hérna með Eyjamenn, þið eigið, já í deildinni þar eru þið náttúrulega í harðri baráttu í úrslitakeppninni og í titil að verja og eru í 5. sæti. Já. Og já, nú snýst þið ekki bara að loka baráttan það já, ná þessu 4. sæti upp að heimaleikja réttin? Jó, það var náttúrulega gríðarlega gott. Og nú fara þessi leiki bara í að safna stegum og fara að klifra eitthvað upp töfluna og eins og ná þessu 4. sæti að reyna að komast bara eins og álega við getum. Eins og segir að ná heimaleiki rétti, það var gríðarlega skemmtilegt að ná honum upp á úrslitakeppnina. Já. Og já, þið leik núna bara við topplið Vals núna á 5. er ekki erfitt fyrir Gunna þessa viku, er ekki erfitt verkefni framöndan hjá honum að ná okkur niður á jörðina? Jú, hann sagði það nú í viðtali eftir leik að hann hafi verið 6 mánuð að ná strákonum niður á jörðina eftir síðastu titil og nú hefur hann nokkra daga hann sagði það sjálfur að þetta væri verðugt verkefni og við byrjuðum að einhver dag og þetta er bara ég held að menn verði bara kúpla sig aðeins út úr bikarnu núna og að við höfum unnið og nú þurfum við bara að einbytta okkur á deildinni. Einar, þú fylgst eða ekki aðeins með hinnum strákunum þínum eins og Jannu Staða í Haukum og Ómar Inga í Val eða ekki? Jú, ég horfði á annarflokksleikinn og netinu í gær. Já,
og þú hérna hefur væntanlega verið að hvetja það að báða það ekki, til þið það? Jú, ég held að báðum, þetta var svona, í mér það var þetta, Janus á móti Ómari, mér fannst þetta svona, þeir vera hérna í aðalhlutverkum í sínu liðum. Janus og tekin úr umferð allan leikinn og Ómar átti þarna hverja stóðsendingun á fætur annari og var svona helsta ógnin í valsliðinu, fannst mér. En mér var svolítið draga af Ómari, hann var náttúrulega þreyttur. Hann var náttúrulega að spila, eða ekki leika á undan bara? Jú. Gegn eigamönnum? Já, vorkjöndunum þarna að vera að fá krampa hvað þetta annað, ég veit hvað ógeðslega óþægilegt að vera alltaf að fá krampa í kálvan eða lærin eða hvað sem sko, þannig að álagið honum helgina var gríðalegt. En, já, núna framvegis, nú sjáum við þessa bikarhelgi, það var fullt af sunnlendingum þarna, IBVF og Selfoss, leikmönnum í öðrum liðum þess vegna líka og svona. Þarf maður ekki að fara að skella í svona, já, All-Star-leiki árlega? Sunnlenska All-Star-leiki, IBVF og Selfoss All-Star-leiki? Já, menn að saman leikmennum sem eru í öðru liðum. Já. Það væri góð 17. júní eitthvað svo leiðis. Já, það verður að halda svoleiðis hátíðir. Ég vil fara að sjá alla þessar stjörnur, Árnastein og þig fleiri og Ómar Inga og fleiri góða leikmenn, allir saman í liði í Selfossbúningum og móti Kára Kristjáni og fleirum flottum eigamönnum. Já, það geti nú reynda bara hendi hörku góð skemmtun að hendi eitthvað svo leiðis. Já. Það heldur mig hvort að þú leikir ekki bara fyrir þér. Ég held að þetta verður svona stórmót sportþáttanins. Já. Já. Ég verður bara með dreymt þetta í nótt og ég vil sjá þetta í framkvæmt. Það geti bara vel verið að þú myndir sjá þetta einhvern tímann gerast. Já, nákvæmlega. Það líst mér vel á. Einar Sverrisson, þakka þér kærlega fyrir að halda þig vakandi. Ég veit ekki, ætla Gunnar Magnússon skammi mikið, við skulum bara, hann hlusta kannski á þetta núna á morgun, þannig að bara við skulum láta eins og klukkan segja það ekki bara 9:30. Jú, hún er 9:30. Já, 9:30, nákvæmlega. Einar Sverrisson, takk kærlega fyrir og enn og aftur til hamingju með titilinn. Þakka þér kærlega fyrir gestur. Margblæsaður. Sömuleiðis. Margblæsaður. Já. Eins og ég sagði, þetta heilmikil hátíð þarna, allt til fyrirmyndar hjá Handknattleikssambandinu og já, þeir sem mistu af þessu fjöri, þetta var náttúrulega, þið missið ekki af þessu næsta ári, þessa Final Four helgi, þetta þvílík veisla alla helgina alveg frá fimmtudegi fram í gærkvöld, því að yngri flokkarnir klárastu gærkvöldi og já, þessi flottu sjálfboðaliðar hérna í kringum að þeir voru ábygglega að vinna fram yfir miðnætti, að taka dúkinn í burtu og svona. Það eins og gengur að gera, Steini, þú kannast við það ekki, sjálfbáðvinna? Já, nú er sjálfbáðvinna svo sem áður en ég er ekki svona á þessu kaliberina, það er náttúrulega unnið örgulega og er unnið frábært sjálfbáðilega starf, sko, sem er nauðsynlegt til þess að svona dæmi geti gengið upp. Já. Heldur þú með ykkur sérstöku liði í handboltanum, fyrir utan náttúrulega Selfoss og IBF, þar sem við erum á Suðurlandi? Ég ætlaði nú einmitt að segja að IBF hefði alltaf verið svona ofalega. Herðu, núna rétt í lokin þá tökum við enska boltan hér eftir smástund, njótu fyrst þetta lag, það er ekki hægt að fá leið á þessu.